Komið sæl, við heilsum ykkur á austan. Í þættinum í kvöld ætlum við að fara á sauðburð hjá ungum bændum í Breiðdal. Það bara þessi sveitarómans sem heilla mann. Þetta bara eitthvað svo gott að geta verið svona sinn eigin herra. Við kíkjum líka á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar í gömlu símstöðinni á Seyðisfirði. Það við erum að svona reyna að endurlifa eða endurvekja ljósmyndastofu Eyjólfs. Og fylgjumst með ungum hljómsveitum af Austurlandi stíga sín fyrstu skref. Fyrsta lagið mitt samdaði 2010 og svo bara fólk búin að hrósa mér svo mikið að ég fór bara að semja áfram og ég á núna yfir 15 lög. En við hefjum leikinn út á sjó, á grásleppuveiðum, í mynni Vopnafjarðar. Þeir sóttu sér og sigðu hafinn blá. Þeir eru fræknir fiskimenn og fást. Við erum stödd borð í Berki Frænda frá Vopnafirði og erum á leiðin út á miðin á grásleppuveiðar. Skipstjórinn borð er Einar Grönvöld Guðnason sem hefur stundað sjómennsku nánast allt sitt líf og var aðeins 12 ára þegar hann fór fyrst á sjóinn með pappa sínum. Einar hefur veitt margan fiskinn í gegnum árin og segir grásleppuveiðarnar vera eitt af því skemmtilegra sem hann gerir. Ef við byrjum bara á tímabilinu, hvenær byrjar gráslepputímabilið? Gráslepputímabil byrjar svona yfirleitt 20. mars. Þá megum við leggja og þá brjálast allir á Vopnafirði trillugarnar Nú, segðu Þeir okkur. eru bara óðir þeir bara, þá eru hlaupandi bryggjuna og fara að reyna að leggja það er verið að reyna að ná bestu stöðunum Er það svoleiðis, er samkeppni það? Heldur betur menn verða algjörlega gjörsamlega brjálaðir Eru menn farnir að hlakka til vertíðarinnar áður en hún byrjar? Já, þetta er alltaf svolítið gaman þetta er svona hálfgerður vorboði sem eins og þegar lóan kemur þá svona styttist í sumari líka Hvað er þetta við grásleppunar? Ég veit það ekki, það er bara einhvern veginn menn hafa allavega hérna á Vopnafirði rosalega áhuga á grásleppum. Svona flestir sem er að veiða nána borð þeir verða svona, það er eitthvað við þennan fisk. Já, það er eitthvað við þennan fisk, segir Einar, en viðurkennir leið og honum finnst grásleppan alls ekki fríðasti fiskurinn í sjónum. Hvernig er dagur í lífi grásleppu veiðimanns? Við förum svona fætur, svona 4, 5, 6, þetta er svona rútínan Þá er svona farið í tölvuna, skoða veður, kíkt í marintrafík og síðan er bara farið að rífa sig á stað Sumir þurfa að fara langt, allavega að Langanesi og það eru svona flestir sem fara að hanga. Þetta frá Vopnafirði það er að vísa einhverjir bátar sem eru farið hérna út frá landinu. Þegar út á haf er komið gengur dagurinn út á að draga og leggja og er reynt að draga sem mest. Einar segir svo mikinn handagang í öskjunni að það sé varla stoppa til að borða svo dagarnir nýtist sem best. Með honum borð er Rafael Einar Gunnsteinsson og hafa þeir farið í þónokkra túra saman. Við grásleppuna Gvendur best sér undir Hann gamall var því emjaði og stundi Á gömlum báti greið var gamlar voru árarnar gamalt var Hvað megið þið veiða mikið? Já, við meðum veiða bara núna eins og við getum veitt við höfum bara 32 daga. Það er tímabilið sem þið hafið? Það er tímabilið og þá erum við alltaf vonað að sé ykkur veiði og sé gott veður og þannig að við getum nýtt þessa daga Þeir geta farið allir í brælu eða svona meður hlutin að því og þeir geta farið alla vega Svo getur komið bílir í á bátinn og þá er maður í vondum málum. Já. Þá bara líða dagarnir og þú bara ert úr leik Þegar heim er komið er landað eftir kúnstarinnar reglum og þurfa sjómennirnir meðal annars að passa vel upp á hitastig. Grásleppan er svo unnin, hrognin tekin úr og fiskurinn frystur. Grásleppan er svo seld til Kína þar sem hún telst herramanns matur.
Höfum við Íslendingar eitthvað að vera að borða þetta? Ég man ekki eftir því að smakka grásleppu. Hefur þú smakkað hana? Já, ég hef borðað grásleppu. Ég er búinn að grilla grásleppu og hún er bara allt í lagi grilluð. Hvernig er hún á bragðið? Mér fannst hún bara lík, skal ég segja, skötusel. Ég er bara þegar ég þá skar í hana, ég held að hana liggja svona að fá mestu bleytun úr henni. Svona einn dag sko. Svo bara krydda ég hana og svo bara setja hana á grillið bara og eins og bara þegar maður að grilla og svo hef ég pröfað hana líka nætursaltaða. Hún var bara fín svoleiðis líka. Ég er búinn að smakka hana signa líka, það fannst mér ekki gott. Það var alveg hrylling. En verður maður ríkur á því að vera trillikall? Nei, það held ég nú alls ekki. Við getum ekki orðið ríkir á þessu. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að leggja á hilluna? Já. Maður er alltaf að hætta þessu. Er það? Alltaf síðast árið. Ég hef alltaf heyrt að sjómenn séu svo háðir því að fara á sjóinn. Þetta sé eitthvað sem þeir bara getur ekki sleppt. Er það ekki þannig? Jú, svo er þetta alltaf þannig að þegar kemur vor og sem maður út á sjóinn sléttur stjórinn, langar mann að rosalega fara á þessu. Þetta er lífið? Þetta er lífið hjá mér. Þetta er alltaf bara bilun. Vonandi fáum við bara að vera hérna sem lengst og náum einhvern veginn að vera hérna lengur og þetta hér viljum við vera. Þau Arna Silja Jóhannsdóttir og Sigurður Max Jónsson tóku við búskap á bænum Skjöldalsstöðum í Breiðdal síðastliðið haust en það er 330 kinda bú. Segðu mér frá því hvernig þið lentuð hingað sem ungir bændur í Breiðdal. Já, við klárum búfræðinám bara fyrra vor og við erum alltaf búin að vera svona augun opin hvað við getum mögulega komast í búskap og það var okkar draumur. Við fréttum að því að hjón sem er búin að búa hérna lengi ætla að hætta með kindur og ætla að hætta búskap og við prófum að heyra í þeim og hvort að það var einhver möguleiki fyrir okkur kannski að koma inn í búskapinn og afstýra þessu búskap og lokum hjá þeim. Eða sem sagt, að þau myndi slátra kindunum. Og eitt leitið svona öðru og hingað eru komin. Já, við gerðum samning við hjónin sem byggu hérna til 2 ára. Eða þannig ný búvörusamningur er samþykktur. Ja, og sem er nú að fara að gerast fljótlega. Þannig að það er eiginlega svolítið óvíst með framhaldið. Við ætlum að klára þetta ár fyrst og sjá hvernig þetta gengur alls saman. Við erum eiginlega ekki búin að ræða framhaldið neitt. En allavega við erum rosalega þakklátt fyrir að hafa komist inn í búskapinn, svona. Já, við erum mjög þakklátt trausti sem það að gefa okkur, bara leyft okkur að sjá þetta alveg og bara koma inn þetta og við þekktum þetta fólk ekki neitt, Bara kynntust þeim í sumar og þau bara hafa tekið okkur svo vel og bara verið okkur rosalega góð. Já, og eru alltaf tilbúin til að hjálpa ef við vitum ekki eitthvað. Arna Silja og Sigurður kynntust í menntaskólanum á Egilsstöðum en hún er frá Breiðdalsvík og hann er frá Glúmsstöðum í Fljótsdal. Við fluttum í bæinn í námi Háskóla Íslands, ég fór í jarðfræði og ég fór í þjóðfræði. Og við vorum í bænum í 3 ár og Við einhvern veginn fundum okkur í alvegar, eða þú veist. Svona eftir námið þá vorum við að hugsa hvort að við vorum að hugsa að fara í meira nám okkur langaði að læra meira og valið stóð á milli að vera áfram í Reykjavík eða fara reyni á Hvanneyri í búfræði og þetta vini sem var búin að vera þar og búin að heyra góða hluti og okkur fannst það spennandi. Ég er uppalinn í Fljótsdal og sér það búið og alltaf verið í kringum kindur, allt mitt uppeldi. Kannski þegar maður var lítill þá var maður kannski ekkert rosalega mikill og svona hjá öllum aðeins einhvern veginn en síðan eftir maður var meira frá eins og þegar við vorum í bænum þá var maður ekkert sveitinni þá leitaði maður miklu meira í þetta þá var svona átt að maður segja á því að maður langaði að vera í sveitinni allan landsbyggðinni
sem maður henta okkur einhvern veginn ekki að vera í bænum sko. Þó við höfum kynst góðu fólki og eigum marga vini þar sko. Bara einhvern veginn ekki okkar lífstíl. Það er bara þessi sveita rómans sem heilla mann. Þetta er bara eitthvað svo gott að geta verið svona sinn eigin herra. Og hvernig hefur svona fyrsti búskaparveturinn gengið fyrir sig? Bara vel, bara mjög vel. Þetta er svo sem erfiðasti tíminn alltaf sauðburðurinn sem núna og hingað til hefur hann gengið mjög vel, þannig að þetta er allt bara mjög gott. Stór gimbur. Sauðburður er rúmlega hálfnaður á Skjöldólfsstöðum og þreytan aðeins fann að segja til sín hjá bændum. Á hvaða svæði erum við hérna? Þetta er nú svona, þetta er fæðingadeildin í rauninni, eða vökudeildin. Sauðburður tekur svona 4-5 vikur og það er þá yfirleitt bara brjálæg vinna í heila mánuð sko. Nú eru þið 2 ábúendur hér, fáið þið aðstoð? Já, við erum svo heppin að við fáum aðstoð hérna og fjölskylda hennar býr hjá svæðinu. Afi minn, hann er búinn að vera mjög duglegur að koma, hjálpa okkur og vera á næturvöktum og það þarf að fylgjast með þeim eiginlega allan sólarhringinn svo að þetta gangi vel fyrir sér og það þarf náttúrulega líka að sofa eitthvað þannig að þegar einhver annar á vakt þá reynir hinn að sofa eitthvað sko ef maður getur. Svo erum við hérna svona smá herbergi fyrir okkur þar sem við getum lagt okkur út af. Já, auðvitað, já. Ef við erum að bera eftir að kindberi eða eitthvað þægilegt að geta farið hingað og fleytt sér aðeins niður í staðinn fyrir að hlaupa heim sko. Já, þetta er bara voða kósí. Já, pínu útilegu fílingur í þessu. Já. Varst þú á vakt í nótt? Nei, afi minn var á vakt í nótt. Hann er búinn að vera ótrúlega duglegur að hjálpa okkur. En þetta er mjög þægilegt, sérstaklega á næturna þegar maður er á vakt. Já. Þannig að þið eru væntanlega svolítið þreytt í hvaða lok tímabils? Já, þetta er náttúrulega getur verið líðandi sko. Þetta er langt tímabil en mjög góð skipulagi þá maður veit hvað svona bara með tilstæðan tíma sem að hvíla sig og þá ætti þetta að ganga. En svona með að þetta sé fyrsta skipti okkar þá er bara búið að ganga alveg ótrúlega vel. En þetta er erfiðara en ég bjóst við. Hvernig þá? Þetta er bara miklu meiri vinna og minni svefn. Það er ófáir sem að staði við þennan borðstand og láti taka myndir af sér í gegnum árin. En við erum stödd á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar hér á Seyðisfirði og við ætlum að fara að láta taka ljósmynd af okkur í aldamótastíl. Ljósmyndarinn Eyjólfur Jónsson fæddist 31. október 1869 á partí í Sandvík í Norðfjarðarhreppi en fluttist ungur til Seyðisfjarðar. Hann er þekktastur fyrir ljósmyndir af lífi Seyðfirðinga og nágranna á uppgangstímanum aldamótin 1900. Bæjarlífið blómstraði og átti Eyjólfur í því ríkan þátt allt til dauðadags árið 1944. Við erum stödd í hérna á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar eða endurgerð af ljósmyndastofuna sem er hluti af sýningu sem er búið að setja upp í hérna húsi Otto Vatni sem hann byggði sér 1894 þegar hann var orðinn sæmilega vel fjáður. Hér er aðalatriði það við erum að svona reyna að endurlifa eða endurvekja ljósmyndastofu Eyjólfs og læra á þessa tækni sem hann notaði í ljósmyndagerð og svona lifa okkur inn í þann tíma og öðlast þannig skilning á lífi manna og mikilvægi ljósmyndarinnar í sköpun nútímans á Íslandi. Ásamt því að reka ljósmyndastofu var Eyjólfur með klæðskeraverkstæði, auk þess sem hann var í bæjarstjórn Seyðisfjarðar og gegndi stöðu útibússtjóra Íslandsbanka. Hann var líka með ýmiss konar inn- og útflutning, umboð fyrir þýska myndavélar og er þó aðeins upptalið brot á því sem hann tók sér fyrir hendur. Hann var einn af
borgurum Íslands. Þetta á tímabili sem að Ísland að breytast, færa sig inn í nútíma, svo að segja. Og Seyðisfjörður þar í broddi fylkingar með Norðmönnunum sínum, en Norðmennina sína í stafninu, svo að segja. Og hérna byggðist upp geysi frjálst samfélag borgara og sem voru með borgaralegt líferni og þurfti að hafa allt sem að tilheyrði svona fínum borgurum og þar á meðal var Eyjólfur. Og Eyjólfur var svo bankastjóri hér og lærði ljósmyndun í Held í Kaupmannahöfn, nokkuð mikið nám þá, og setti upp ljósmyndastofu hér. Hann kendi líka mörgum ljósmyndun og seinni konan hans var ljósmyndari líka og það unnu margir á stofunni hjá honum við þessa ljósmyndun. Og þetta var skylda borgaranna var að vera með gott albúm í andilin hjá sér til að sýna gestum ættingja sín og vini og börn og svo framvegis. Þannig að það var mikil vinna, mikið að gera í ljósmyndu á þessum tíma. Þetta var nýtt og þetta var mikil upplifun fyrir fólk sem að hafi aldrei séð sjálfan sig nema og kannski ekki einu sinni í spegli heldur bara á ísnum eða á svellinu. Á ljósmyndastofunni sem hluti af tækniminjasafni Austurlands var boðið upp á þá nýjung síðastliðið sumar að bjóða gestum á gangandi að láta taka mynd af sér í aldamótastíl á gömlu ljósmyndavél Eyjóls og sló það heldur betur í gegn. Þetta svolítið frumkvæði í Sveits, Der Bask sem við kallum. Vinnur okkar sem hefur verið að koma árabil til Seyðisfjarðar og svona verið að blanda sér í mannlífið hérna og taka þátt og kemur og fer og hann hefur mikla reynslu af safnavinnu og af allskyns tækni í kringum liðna tíð og með svona mikinn áhuga á ljósmyndun og hefur verið að byggja upp og endurvekja þessa ljósmyndastofu. Þannig að þið bjóðu upp á það að gestir setjast í stólinn, hann tekur mynd og framkallar myndirnar á gamla háttinn og fólk getur fengið mynd af sér í aldamótastíl. Þetta sniðugt. Og það alvöru, alvöru. Þetta bara alvöru? Já, þetta alveg alvöru. En hvenær opnar svo safnið fyrir sumarið? Fasti opningtíminn á sumrin byrjar 1. júní. Og ertu spenntur? Já, mjög. Spennandi sumar? Já, ég hlakka mikið til. Hér á Eskifirði í kvöld lokatónleikar hljómsveitarnámskeiðs Austurlands. Ungir tónlistarmenn og fjórðungnum hafa undanfarið komið saman og lært á hvernig eigi að vera hljómsveit. En það að vera hljómsveit snýst ekki bara tónlistina. Krakkarnir hafa ekki síður lært lífið sjálft. Námskeiðið fór þannig fram að krakkarnir komu saman í eða nálægt sinni heimabyggð og æfðu saman í hópum á 10 vikna tímabili. Nokkrum sinnum hittust allir þátttakendur á einum stað og þá voru fengnir gestakennarar svo sem Bjartmar Guðlaugsson og Salka Sól. Í loki voru haldnir tónleikar þar sem þátttakendur fluttu afraksturinn. Þar komu fram nokkrar nýjar austfirskar hljómsveitir og tónlistarmenn. Þeirra meðal var ungsveitin 3+1. Við spurðum krakkana hvað þau hefðu lært á námskeiðinu. Eiginlega rosalega mikið. Koma fram og koma fram og bara vera við einni. Það mikilvægt að vera vinur til þess að geta verið í hljómsveit? Já, það aðalatriðið. Allavega á endanum. Það dálítið mikilvægt. Það aðalatriðið. Annars bara allt í vitleysu. Ef maður ekki vinur, þá erfitt að vinna. Þá getur ekki unnið með hinum ef þú þekkir það ekki, þú vilt ekki kynnast þeim. Ef þú veist ekki hver þeir eru, þá getur ekki talað við þeim, þú getur ekki útskýrt fyrir þeim, þú getur ekki talað við þá. Það voru bara allt í vitleysu. Það voru allt leim. Þannig að ef þú ert beininn eða eitthvað, þá gengur að syngja, þá þarftu náttúrulega að geta komið fram fyrir aðra og ekki vera feimin.
þá allt betra. Þannig að þetta snýsti miklu meira en að spila bara tónlist? Já. Krakkarnir kynntust á námskeiðinu og stofnuðu hljómsveitina. Nafnið var fundið baksviðs rétt fyrir tónleikana en miðað við framtíðardraumana er það nafn sem áhorfendur ættu að leggja á minnið. Við völdum nafn svona 10 mínútur fyrir tónleika. Og við heitum 3+1. Ég er ein. Það er sko 3 strákar og síðan kemur +1 stelpa. Hvað ertu svo framhaldið eftir námskeiðið? Bara að halda áfram. Reyna að halda áfram. Eins og mikið að við getum. Spila þetta þú í? Já. Þegar þið búin að spila 7. júní, eru það búin að meika það? Já. Nei, maður verður að komast í Eurovision. Já. Komast bara í Eurovision. Þeir sem framkom á tónleikunum fluttu fyrst og fremst efni eftir aðra en einnig kom fram hljómsveitir og einstaklingar með frumsamið efni. Öll lögin sem ég söng í kvöld eru öll lög sem ég samdi sjálf. Ég er búin að vera að skrifa texta sem ég var svona 7-8 ára eða eitthvað. Og söng mér tónlist fyrir 2-3 árum eða eitthvað, ég er ekki viss en annars er ég búin að vera lengur sem ég texta. Líkt og krakkarnir í 3+1 lærði Anja ýmislegt annað en bara að spila og útsetja tónlist á námskeiðinu. Ég lærði mjög mikið, bara með aðra og ekki segja að ég veit ekki. Ég gera það mjög oft, en það er bara og bara svona fingersetningar, fleira svona á gítar og eitthvað svona. Og hvað segir maður þegar maður veit ekki neitt? Hvað segir maður staðinn fyrir ég veit það ekki? Leyfðu mér að hugsa það. Leyfðu mér að hugsa. Gefa maður tíma til að ákveða hvernig maður vill hafa þetta. Því að ef maður veit ekki hvernig maður á að hafa þetta, þá gerir það bara eitthvað annar fyrir mann og það kannski verður það eins og maður vill ekki hafa þetta. Þannig að maður verður bara að vera ákveðin í þessu. Aðalheiður Ósk Kristjánsdóttir kom einnig fram með 2 frumsamin lög á tónleikunum. Samdi 2010 og svo bara fólk búin að hrósa mér svo mikið að ég fór bara að semja áfram og ég á núna yfir 15 lög. Og hvernig þótti þér að flytja þín eigin lög fyrir áhorfendur? Smá stressandi, af því að eitt lagið, seinasta lagið, ég var ekki búin að æfa neitt. Bara Hilma sagði bara, herru, getur þú tekið á þessu tókst ég á Sölku? Svo ég bara, já. Þannig ég var mjög stressað yfir því lagi. Og bara gekk upp? Já. 4 ár eru síðan hljómsveitarnámskeið Austurlands hóf göngu sína og námskeiðshaldarinn er ánægð með hvernig til hefur tekist. Það hefur verið rosalega skemmtilegt hvað eru margir, hvað hafa komið þáttakendur af öllu Austurlandi. Ég auglýsi bara námskeiðið og krakkar á aldrinum 10-20 geta sótt og oftast hafa hljómsveitir verið að sækja svona nokkrir saman sem hafa verið búin að grúpa sig. En í þetta skipti, þessu námskeiði, þá voru fleiri einstaklingar sem að skráðu sig. Voru rauninni bara ein hljómsveit sem að skráðu sig. Og svo púsluðum við saman bara blönduðum saman krökkum frá mismunandi stöðum og svo ef það eru einstaklingar eins og söngvarar fá ekkert allt of mikið að þroska sína hæfileika, svo að ég hef unnið svolítið með þeim söngurum sem hafa. Þó ég sé nú ekkert endilega mikill söngvari sjálfur, þá hef ég frá ýmsu að miðla og náttúrulega höfum við fengið söngvara til þess að koma eins og Sölku svo. Jón Hilmar leggur áherslu á að gestakennararnir miðla ekki aðeins tæknikunnáttu. Þeir hafi upplifað ýmislegt og hafi frá ýmsu að segja. Og þá hef ég reynt að fá svona, þeirra kannski lífsviðhorf líka og bara hvernig þau líta á það að semja og Bjartmar er náttúrulega ótrúlegur lífskúnstner og ótrúlega gaman að hlusta á hann. Svo ég reyna að kenna þeim svona það sem þau kannski læra ekkert í skólanum, eins og til dæmis bara það að tala ekki illa aðra og tala ekki illa sjálfan sig. Og eins og hún Anja sagði þá alltaf þegar ég spurði hana hvernig eigum að hafa þetta lag, þá sagði hann alltaf ég veit það ekki. Svo eins og þú heyrir þá lærir hún það, maður á ekki að segja ég veit það ekki, því að þá tekur einhver annar ákvörðunina fyrir þig. Svo þetta er alveg á mjög breiðum grundvelli sem maður námskeiðið, þetta er ekkert endilega bara tónlist. What
er þessu lokið hjá okkur í kvöld og við kveðjum ykkur héðan frá Vopnafirði en við endum þáttinn á myndum af hröfnum á Héraði og þökkum fyrir samfylgdina. Sjáumst hress í næstu viku.